Árni framundan síðasti leikurinn á mótinu. Það Sviss, 7. sætið. Þetta ekki bara spurning að hugafæra það? Jú, það bara heldur betur, snýst ekki neitt annað. Leikurinn snemma hérna staðartíma á morgun, 10, þannig að það ræs eldsnemma og þetta bara fyrir okkur mikið í húfi að enda í 7. sæti. Við höfum endað áður í 8. sæti á HM fyrir 2 árum og það mikill hugur í liðinu að vilja gera betur. Það væri flott fyrir okkur að klára þetta með 7. En þetta snýst bara það, hvort liðið svona bara innan gæsalappa, nennir að vakna, nennir að setja sig í gang, grífa sig í gír og skilja allt eftir á gólfinu. Sviss hefur spilað mjög vel á mótinu. Já, þetta hörkulið. Það komið með nýjan þjálfara núna sem Svisslendingur að ég held alveg örugglega. Daninn Martin Albrechtsen var að þjálfa þær í fyrra og hitt í fyrra sem var að þjálfa líka A-landsliðið hjá þeim. Þannig að það er flottur grunnur í þessu liði, spila skemmtilegan handbolta, hraðan bolta og aggressíva svolítið varnarlega. Þannig að þetta mun reyna mikið á okkur og okkar stelpur en eins og ég segi, svona hugafari verður svolítið lykillinn að þessu morgun. Og svona, óbreyttur hópur eða eitthvað? Já, við förum með sama hóp inn í leikinn. Það var svona ákveð högg fyrir okkur að Elis Elisdóttir, hún var ekki leikfær í gær, kom í ljós eftir uppbytun en svona búin að fá góða hvíld í gær og morgun og tók æfingu á hann með Þorvaldi Skúla Pálssyni, doktor, sem er búin að fara með hann aftur í gegnum alla prótokóla og svona síðustu fregnir herma það lítur bara þokkalega vel út, þannig að við munum taka sama prógram á morgun, láta hann að hita upp og sjá svona hvernig landið liggur en það var gott á móti að Tinna Sigurrós, hún náði að spila aðeins. Aðalega sóknarlega, þessum að hvílina varnarlega til að passa upp á þau meiðsli en já, aðrar eru leikfærar en auðvitað margir fætur orðnir lúnir og eðlilega, þetta búin að margir leikir á stuttum tíma hjá okkur. Já, það svona menn að vinda úr sér, stúlkurnar að vinda úr sér síðustu útdrópana? Það svolítið þannig og það svona líka bara svona, hvað segir maður, svona persónuleg nótur fyrir okkur. Þetta náttúrulega bara síðasti landsleikurinn hjá þessum hópi sem búin að fylgjast að stórum hluta núna í 3-4 ár, þannig að það held ég muni svona líka kannski spila þess inni, smá svona tilfinningar fyrir okkur öll og ég held að vilja allir skilja allt eftir á vellinu til þess að enda þetta á góðum nótum og klára þetta verkefni með stæl.